Það þú að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að ræða aðeins leikverkið. Þú kemst þinn veg. Vertu velkomin til okkar, Finnbogi. Takk fyrir. Hvað getur þú sagt mér þetta verk? Þetta verk sem er byggt á sögumann sem hefur glímt við geðklofa árabil. Og þessi maður er maður 60 í dag, heitir Garðar Sölvi Helgason. Nema honum tókst mjög snemma þegar hann var að veikjast að þróa svona ákveðið umbunarkerfi til þess að takast á við sjúkdómseinkenni sín. Og til að gera langa sögu stutta, þá fór honum að ganga svo vel í lífinu að hann var beðinn að halda fyrirlestra í skólum og stofnunum hvernig hann tekst á við lífið og halda fyrirlestra kerfið sitt. Þetta umbunarkerfi og hann er öryrki því að hann er með sjúkdóminn á háu stigi en honum tekst samt sem áður að lifa talsvert svona innihaldsríkari lífi heldur en kannski margir aðrir af því að hann bara lifir eftir þessu ákveðna kerfi. Og hvernig kemst þú í tengsl við hann? Ég er náttúrulega leikari og ég kemst í tengsl við hann í gegnum sameiginlegan félag okkar sem er sálfræðikennari. Og ég var að læra ritlist upp í háskóla og þessi sameiginlegi félag okkar tengir okkur saman. Og það bara einhvern veginn, ég fer í kaffi til Garðar Sölva og hann segir mér frá sögunni sinni og mjög margt spaugilegt. Hann náttúrulega gerði margt þegar hann var að veikjast sem ungur maður. Og ég er svo heillaður sjálfur af persónulegum sigrum fólks. Og þetta fór bara beint inn hérna og ég tók viðtöl við hann í 2 ár, 2012 og 2013 og svo skrifaði ég einleik og sýndi hann í Norræna húsinu í Reykjavík og svo í Tjarnarbíói og svo við sýndum vestur á Egilsstöðum og vestur á Ísafirði og nú erum við að koma hingað. Og hann hefur nú gjarnan komið á sýningar sjálfur? Hann hefur komið á sýningar sjálfur, hann Garðar Sölvi og við höfum haft umræður eftir sýningar, sumarsýningarna fyrir sunnan og hann er einn af þessum mönnum sem hann nær einhvern veginn, hann er fullur af auðmýkt og hann nær einhvern veginn að bara sleppa tökunum og hann segir bara einfaldlega ég er öryrki með geðklofa. Ég skammast mín ekki fyrir það sem ég fæ ekki breytt. Ég tek ábyrgð á sjúkdómnum, ég lifi eftir þessu kerfi, ég sæki með faglega aðstoð ég þarf hana. Ég er meðvitaður það að 90% af fólki sem er að eiga við sama vandamál og það lokar sig af og við vitum bara ekki að því. Ég sæki frekar út og ég er svo heillar af þessu og að því að nú þessa daga þessar mundir að þá snýst allt fótbolta. Hann hefur oft sagt, ég var 2-0 undir í hálfleik en ég vann leikinn 3-2. Og hann er mjög spaugilegur og það sem við gerum í þessu verki og í raun og veru getur verið frekar hættulegt að búa til leikverk geðsjúkdóma því að það er svolítið, það er riski að fara í táradalinn og sorgin og allt þetta. Við náðum og við erum mjög ánægð með það. Þetta er þrælfyndið verk og við náðum að svona koma húmórnum inn í en samt þessum bara einföldu skilaboðum sem að Garðar í raun og veru talar í sínum fyrirlestrum þegar hann heldur fyrirlestra í skólum og stofnunum. Geðklof, svona fyrir þá sem kannski þekki ekki til sjúkdómsins, hvers vegna verður maður öryrkja, geðklofa? Á þessum tíma þegar Garðar Sölvi var að veikjast upp úr 70 þá var þetta bara ekkert rosalega vel þekkt. Það voru ekki til nein alvöru lyf og úrræði fyrir sjúklinga voru bara á skornum skammti. Þannig að hann lenti svolítið illa í kerfinu þar og það hefði nú kannski verið hægt að bjarga honum frá því að vera á fullri örorku en sjúkdómurinn lýsir sér þannig að ef hann verður undir miklu álagi þá fær hann það sem hann kallar raddirnar í höfuðið og raddirnar geta sagt honum að gera allan fjandann nema það að Garðar Sölvi hann í raun og veru hann hefur ekki gert neitt af sér hann hefur ekki brotið af sér neitt, hann hefur gert svolítið svona crazy hluti, hann fór og bankaði upp á í bandaríska sendiráðinu og
vildi fá fund með Nixon forseta og það var tekið svolítið alvarlega og af því að hann var kominn í samband við geimverur og þetta var þannig tíma, sko, þetta var í kalda stríðinu og þetta var þegar Apollo 13 var að lenda á tunglinu og það var í fréttum sko, fregnir af geimferðum og svona og hann var nokkuð viss það að hann væri með skýr skilaboð og svo var hann fékk hann á tilfinninguna að hann væri orðinn drottinn allsherjar. Já. Og það truflaði hann svolítið þegar leiðtogafundurinn í Höfða var í Reykjavík 1986 að þá bjó Garðar svo að segja í næstu götu við Höfða og hann var svo sem kominn í ágætis bata þá en það var samt svolítið skrítið að sko leiðtogar risaveldana væri að hittast á fundi í næsta húsi við hann sem var sko, sjálfur nýbúinn að vera drottinn allsherjar. Já. Og hann sko aktaði ekki á það en hann kraumaði í honum. Nákvæmlega. Og þetta eru bara eitt af mörgum einkennum. Þau geta verið á mismunandi stigi, margir eru með þetta á svona kannski ekkert alvarlegu stigi en þó það alvarlegu að þeir svona bara loka sig af og fela sig. Garðar hefur raun og veru gert allt sem hann getur til þess að sko akta ekki á það sem að sjúkdómurinn segir honum að gera. Hvað þetta ferli allt frá því að hitta hann fyrst og skrifa og síðan sýna, hvað þetta gefið þér sem svona mannveru? Sko, ég náttúrulega afskaplega þakklátur bara fyrir að fá að kynnast Garðari yfir höfuð. Og hann og þeir sem hafa verið hjá fyrirlestri hjá Garðari, þeir svífa út á bara ský og þeir eru, þetta er svo stórkostlegt, þetta er svona sletti, svona mind-blowing að bara hvernig er þetta hægt að eins og hann lýsir þegar hann byrjar fyrirlestrarna sína þá er þetta eiginlega svo að segja bara búið spil hjá honum en einhvern veginn nær hann smátt og smátt að snúa skipinu við og sigla út úr storminum. Persónulega er ég bara svo hrifinn af persónulegum sigrum fólks og við erum öll á einhverjum tímapunkti allavega að eiga við okkur sjálf og það er sama hversu miklum erfiðleikum við lendum í þá held ég alltaf að erfiðasta glíman sem við tökumst á við það er á einn eða annan hátt glíma við okkur sjálf þannig að þessi bara einfaldu skilaboð Garðars þó að hans veikindi séu vissulega kannski alvarlegra heldur en glíma hjá mörgum öðrum að það sé hægt að lifa mjög góðu lífi þrátt fyrir talsverða erfiðleika, það bara heillaði mig algjörlega. Og þetta er líka, við hefum heyrt svolítið svona nýja hugmyndafræði í læknisfræðinni þar sem ekki alltaf verið bara sjúkdómsgreina heldur að horfa á sem sagt í rauninni heilsu, eins mikla heilsu að hægt og lífsgæði og ná þá að einmitt eins og þú segir, þrátt fyrir hvort sem það eru andlega líkamleg fötlun, í staðinn fyrir að vera að horfa alltaf á það sem að aftrar, en hvað er samt hægt? Akkurat. Og það er allt öðruvísi hugsun heldur en bara sjúkdómsgera og segja bara nei, þú getur ekki þetta og þú getur ekki þetta, að fókusa í hina áttina. Þetta er nákvæmlega eiginlega það sem að Garðar áttaði sig á sjálfur, að hann var sjálfur þegar hann var að veikjast og þegar hann fékk hjálp fyrst að hann fókusaði á það sem hann getur gert. Já. Og það var til dæmis að lifa eftir kerfi, hann hefur líka heimilisbókhald, hann er mjög svona mikill bókamaður, hann hefur bókhald og svona skrániðu hluti er bara eins og opið fyrir honum og þessi hæfileiki hefur bara bjargað líf hans. Já. Bara því hann fókusaði á það sem hann er góður í. Og þarna kemur kannski þessi ljósa sem oft verið að ræða hvernig þetta verður að vera einstaklingsmiðað út frá því að þú getur ekki kannski tekið nákvæmlega hans kerfi og styrkleika yfir á næsta mann. Heldur hvers vegna þetta þarf að vera einhvern veginn persónulegt. Það er það sem hann talar mikið sjálfur. Hann útskýrir, segir sína sögu, segir frá ruglinu þegar hann tók á móti geimverum og þegar hann vildi heimsækja Nixon og hringdi í ráðherra ríkisstjórnarinnar og svona, mjög skemmtilegt. Það er þetta sem hann gerir, að hann segir sína sögu, hann segir frá kerfinu, svo segir hann það geta allir notað þetta. Þú þarft ekki að vera geðveikur til þess að nota þetta. Þú getur bara útfært þetta á þinn hátt. Hann tekur fyrir 12 tíma í einu
og umbunar sér, veljunar sér með, ef hún gengur vel í 12 tíma. Ef hann fær það sem hann kallar raddirnar á einu 12 tíma tímabili, en kemst svona frá því skamlaust, að þá umbunar hann sér sko með auka umbun. Það er að segja, hann borgar sjálfum sér pening af örorkubótunum og leggur það til hliðar. Og ef hann hins vegar fær raddirnar og fer að boða og tala um það sem þær segja honum að gera á einhverju 12 tíma tímabili, þá er hann eiginlega fallinn á þessum 12 tímum, en svo byrjar hann bara aftur. Já. Þetta er ekki flókið og það er engin refsing. Eina refsingin er að það er engin umbun og það er svo hættulegt að refsa sjálfum sér því að það er ekkert uppbyggjandi við refsing. Nei. Það brýtur bara niður og hann segir það sjálfur að ég var fyrst með refsingarnar inn í þessu en ég gafst upp. Já. Og þetta er sama á að vera að kenna í leikskólum í dag. Já, nákvæmlega. Og hann byrjaði á þessu sko upp úr 1970. Að ekki refsa börnunum, heldur taktu í burtu umbunina. Já. Og þetta finnst mér alveg magna. Hvenær verður sýningin? Sýningin verður í samkomuhúsinu á sunnudaginn, klukkan 8. Og hægt að nálgast miða væntanlega á mag.is? Mag.is og ég bara vonast til að sjá sem flesta því að það er nú ekki eins og við séum að make money á þessu en við erum að keyra þetta bara á hugsjóninni. Já. Og eins og ég segi, við erum búin að fara austur á Egilsstaði, vestur á Ísafjörð og sýna nokkrum sinnum í bænum og þetta er bara á þessari einlægni sem að eiginlega Garðar, ég held að hann hafi bara kennt mér það sko. Því að margoft ætlaði ég að hætta við og bara rífa handritið og henda þessu burtu af því að þetta er erfitt að framleiða svona en við bara einhvern veginn hann komst í gegnum sinn sjúkdóm og við komumst gegnum þetta og framleiðum þetta og hérna erum við. Yndislegt. Takk fyrir að koma og ég hveti þetta fólk til þess að kíkja á þessa sýningu sem að væntanlega opnar augu okkar. En við ætlum að halda áfram með föstudagsþættinu eftir augnablik.